Góðan dag áhorfendur góðir, velkomin í þessa beinu útsendingu hérna á Vodafone-höllinni þar sem að fara fram úrslitaleikur Íslandsmeistaran titilinn keppnistímabilinu 2010-2011 og til úrslita spila Afturelding og Mosfellsbæ og Fram. Andrés Gulluðsson heiti ég og ætla að vera með ykkur til að byrja með í fórsvöldum þess sem á að lýsa en ég reynir mitt besta. Ef við förum aðeins yfir hvernig þetta var og hvernig þeir komust að hérna í úrslitaleikin, þá er það nú svolítið merkilegt að þetta eru liðir sem voru í 4. og 7. sæti í deildarkeppninni. Deildarmeistararnir í vetur voru Grótta, í öðru sæti var Selfoss, KA í 3., Afturelding í 4., Valur í 7. fyrirgefið og Fram í 7. Í umspili þá spilaði KA gegn Fram og Fram vann þann leik fyrir norðan, síðan þurfti Fram að fara á Selfoss, þannig að þeir voru með 2 útileiki og unnu þá. Grótta átti Val í fyrsta leik að mig minnir og unnu og Afturelding hefur spilað við ég hef nú ekki með það hérna fyrir framið, þannig ég ætla nú ekki að fullera neitt með það, en þessi leikur fer nú að hefjast, en aðeins að fara yfir liðin hjá liði Fram er númer 12 Guðni Örvarsson, númer 1 Valtýr Hákonarsson, 21 Arnar Fredaksson, 17 Sigurbjörn Eðvarsson, 10 Stefán Dan Þórisson, 22 Ármannsson, 11 Arnar Snær Magnússon, 19 Kristján Geirsson, 4 Hjörtur Jóhannsson, 8 er Kilian Páíl, 35 er Birgir Smári Guðmundsson, 2 Bjarki Magnússon, 7 Hlynur Heimisson og 18 Elías Bóasson. Ég kem hérna með Aftureldingarliðið svona fljótlega. Við byrjum að lýsa þessu. Afturelding byrja leikinn hérna, koma með fyrstu sendingu, losa línumannin, línumaður rykkir á bakvið og fær boltan. Og Elvar Ásgeirsson skorar fyrsta mark leiksins í þessum úrslitaleik. Og hann er númer 44. Koma Framararnir hérna, byrja Afturelding spila 6-0 vörn, kemur línumari hér út í klippingu, kemur hreyfing, góð færsla á þessu hjá þeim, inn á línumannin og upp inn undir markmanninu í slána. Afturelding kemur hér í hraðasókn, boltinn í hornið og hægja á sér. Þannig að þetta eru ungir og efnilegir drengir, margir af þeim hafa verið að æfa með unglingalandsliðum og þetta er framtíðin sem við eigum hér í dag. Þetta eru strákar sem eru virkilega eiga framtíðina fyrir sér. Hárrétt dæmt hjá Jón Karli, þeir eru að dæma hér í dag, Þorleifur og Jón Karl. Jón Karl dæmir órólega blokk, ég held að hafi alveg hárrétt hjá þeim. Framararnir koma í sína aðra sókn, getur komist yfir, getur jafnað, það er 1-0 fyrir Aftureldingu eftir 2 mínútur og enn eiga þeir stráfaskot. Vel gert hjá
Frömmurum opnað vel með góðri stimplun en boltinn fór í slána. Afturhending kemur þá hérna í sókn. Framararnir spila 5-1 vörn með bakverði tiltölulega aggressíva. Sjáum hvað setur hérna hjá þeim. Afturhending byrjar í rólegheitum. Seta inn, leysir hægri bakverður inn. Framararnir unnu þetta mjög vel. Bakverður fór langt út á móti vinstri bakverði og stoppaði flæðið. Komaður aftur hérna að reyna og skora leikmann nummer 10 hjá Aftureldingu. Skoraði þetta mark Böðvar Páll Ásgeirsson. Nú ekki rétt ég renni hérna yfir lið Aftureldingar í rólegheitum. Númer 1 Bjarki Snær Jóhannsson, númer 3 Unnar Arnarsson, númer 4 Kristín Elís Berg, númer 5 Kristján Mikaelsson, númer 6 Árni Eyjólfsson, 8 Benedikt Þorkilsson, 10 Böðvar Páll Ásgeirsson, 12 Einar Brandsson, 14 Helgi Karl Guðjónsson, 17 Kristinn Baldursson, 20 Birgir Benediktsson, 23 Guðmundur Guðmundsson og númer 44 Elvar Ásgeirsson. Svígrip á rétt, hann misti boltan og sló honum niður til að jafna koma framar í hratt upplöp og skora sitt fyrsta mark í þessu leik. Þetta var leikmann nummer 11 Arnar Snær Magnússon sem skoraði fyrsta mark framar og staðan 2-1. Kemur Afturelding hérna, þetta verður svona svolítið spenningur í byrjun sem eðlilegt nú þessi 2 lið sem á óvænt kannski byggust ekki við að komast í úrslitaleikin að spila til úrslita sem er svolítið skemmtilegt. Þetta náttúrulega hluta því þegar við erum með deildakeppni og síðan úrslitakeppni. Og leikmann númer 4 hjá Aftureldingu Kristín Elís Berg skoraði sitt fyrsta mark. Og staðan orðin 3-1 fyrir Aftureldingu. Koma framari hérna, miðjumaðurinn hjá Fram heitir Stefán Darri Þórisson. Ungur efnilegur strákur, að stjórna hérna svolítið vel, biðja línumann að koma út. Kemur leikmaður hérna númer 17. Kemur að sjálfur hann á þetta til þessu strákur, mjög gaman að sjá hann hvernig hann þetta Stefán Berg Þórsson hann stjórnar vel en hann getur jafnframt vel skotið á markið og það góður kostur hjá miðjumanni sem á að stýra spilinu. Framararnir halda áfram að vera aggressífir, þeir klippu tónnið, leysir vinstra hornin hjá Aftureldingu. Þannig að þeir eru konum maður á mann hér, nánast hornamaður og skipta. Vandrarlegt hjá Aftureldingu augnablikinu. Og leikmann númer 44 átti hann að skot framhjá. Koma framarar í hratt upplöp, seinni bylgju kom inn á línuna og jafna leikinn. Þetta var Kristján Geirsson, númer 19, línumaður þeirra, sem að misnotaði á hann gott marktækifæri. Það sýnist þessi lið nokkuð áþekk af hæð, það engin svona afgerandi stór í báðum liðum á þess að þau séu lítil þessi lið, þannig að þetta verið að samsvara sér mjög vel bæði liðin. Kemur Afturelding aftur. Leikmann númer 10 hjá Afturelding átti þetta skot, Böðvar Páll Ásgeirsson. Nú og markmaður hjá Fram, nú 12 Garðar, Guðni Örvarsson fyrirgefið að hann var að vera sitt fyrsta skot. Komaðir hérna aftur, þeir nota þetta mikið Afturelding, þeir leysa inn, þeir að reyna að fá færslu á vörnina, þar sem vörnin svona framalega. Leikmann númer 10 á þannig skot sem varnarvegurinn tekur. Böðvar Páll Ásgeirsson átti þetta skot. Ég tíki nú trúlega dómarnir fara að lyfta upp hönd. Nei, þá verður það ekki. Leikmann númer 21 hjá Fram
var að fá áminningu. Arnar Freyr Dagbjörnsson var að fá áminningu. Skot beint á markmanninn sem Guðni Rósson varði vel. Vel gert hérna hjá Aftureldingu, Fiskaboltan, leikmaður númer 6, Árni Bragi, og vel gert hjá honum. Kom blindum megin á sóknarmanninn, þannig að hann sá ekki hvað var í gangi. Stillir Aftureldingu upp hér í sókn aftur, reynir að búa til svona svolítið tilvíðunarkennt í Aftureldingu augnablikinu þegar ég að reyna að leysa inn, en það ekki svona markvisst. Það ekki óeðlilegt, þetta ungir strákar og mikið hátt spennustig. Koma í hraðöflum fyrir framararnir og skora leikmann númer 17. Sigurbjörn Edvardsson skoraði þetta mark. Þeir greinilega framararnir leggja mikið upp úr hraðöflum. Þetta ruðningur, hárrétt. Hann tók finstun of langt frá. Kemur Arnar inn og lét verja frá sér. En fær dæmt víti, ég sá það nú ekki alveg, ég var nú ekki alveg að fylgjast með, en dómari leiksins Þorleifur vildi meina það að leikmann númer 10 hefði stýrt sér leið. Böðvar Páll hefði stýrt sér leið í gegnum tegin. Leikmann númer 21 framtekur vitið, en markmaður Aftureldingar ver þetta vel, hann var vel gert hjá honum, Bjarki Snær. Koma framarar hérna, einu mark yfir eftir 9 mínútur, 4-3 fyrir Fram, þannig að framararnir hafa undirtökin í augnablikinu, hefðu getað komið til 2 marka forskot. Koma framar hér með boltalausa klippingu milli miðjumanns og bakvarðar. Vörnin stendur þetta mjög vel. Eitthvað þeir nú að reyna að mótmæla dómunum, en það náttúrulega hluti af leiknum, menn að reyna að hafa áhrif á þetta. Koma fram hérna, höndurinn komin upp á hot. Þannig að kemur Stefán Darri sjálfur, hendinu komin upp, hann verður bara að skjóta. Já, þetta hárrétt. Taka hotnið, gefa hann á milli. Bakvörðurinn hefði þurft bara að reyna skoti. Kemur Afturelding í sína sókn. Nú komin hér geðþekkur Þulur sem ætlar að klára leikinn. Sá nú ekki alveg hvað það dæmt. Ruðningu trúlega, hann liggur eitt framar en hann eftir. Þannig að Magnús tafðist, hann var í golfæfingu, þannig að hann tafðist, hann mættur hérna á svæðið. Góðan daginn. Magnús, þú þekkir þetta og þú er nú að þjálfa þessum aldursflokki. Er þetta ekki svolítið óvænt að þessi tvö lið, Afturelding og Fram, séu í úrslitum? Óvænt og ekki óvænt, þetta eru ótrúlega jafn flokkur í öllur. Já. Það var mjög gaman að fylgjast með þessu. Grótta sem var deildameistar, var kannski lítill munur á milli liða, efstu 6-7 liða? 1-7 var bara mjög jafn, myndi ég segja. Já. Það var svona kannski aðeins meiri munur þar fyrir neðan. Já. Þetta er okkur alveg 2 góð liða, það verður fróðilegt að fylgjast með þessu. Já, það er ekki hátt skor hér eftir 11 mínútur. Kemur tæknitröllið og er að fyrst í tökkunum hérna. Hann reyndar ekki lengur tröll, hann var tröll en hann var orðinn nettur ungur maður. Afturelding hérna í sókn og frekar tilvíðunarkennt hjá þeim. Sækja mikið inn á miðjuna.
Dómari viðurkennir það Jón Karl að hann hafi flautað á fljótt, bolti var kominn inn á línumanninn. Þannig að eru margir þessum strákum, hafa þeir verið að taka þátt í einhverjum verkefni hjá landsliðunum? Já. Sé mikið með tvo stráka hérna á afturöldingu og ég held bara einn úr frammiðinu sem það er núna. Já. Guðni var að verja sig þriðja skot, það er náttúrulega lagi, 3 skot komin hjá hann á 12 mínútum. Þú kannski bara að koma inn að það vantar alltaf Arnarbyrgi. Já. Það er búin að vera í svo 19 ára liði. Já, hann er í banni, eða ekki? Jú, fekk 3 leikja bann. Það er þá Stefándari og Böðvar úr. Já. Stefándari fram og Böðvar úr afturöldingu sem á að spila með 17 ára. Já. Kom alvöru skot, Böðvar Páll Ásgeirsson, kom bara vel. Bara 2 metra fyrir utan punktalínu og upp í loftu og skaut, vel gert hjá honum. Þessi strákur hefum fengið að spreita sig svolítið með meistaraflokknum í veturinn. Það var nokkra leiki núna eftir áramóti. Já. Yngráður í þriðaflokki. Já, er hann á yngráðri. Þetta er stór og stæðilegur strákur. Koma hérna Arnar Snær, þeir ekki. Þetta er Stefándari Þórsson. Já, með sitt annar mark, hann er ekkert að hoppa hátt upp og er síðan að skjóta meðfram vörninni. Hittmarkið hans var alveg eins. Svona, var ekkert að svífa neitt, tekur bara lítið upp. Það flækja hlutinu neitt? Nei. Kom afturrelding hérna, þeir þetta er hárrétt, þetta er góð dómgæsla, hann hérna fínt flott í þessu hjá þeim. Já, leyfir bara að klára sóknina og svo gefur hann honum áminningu, leikmanni nr. 17 hjá Fram, sem átti það alveg skilið. Sigurbjörn, hann kom þær 2 áminningar hérna Fram, en afturrelding hefur ekki ennþá fengið gula spjaldið. Og var Framarar hérna aftur, reyna sama á hann, klippingu á milli Hots og Viðju og klipping aftur yfir hinum megin. Ágætis flott á sig hjá þeim. Þetta er nú alls skemmtilegt að hafa þessu umgjörð, finnst þið ekki, Magnús, að vera með þetta á einu degi í sama húsi. Þetta gefur svolítið... Gefur svo heilmikið. Já. Það er líka ágætt að sleftur sem þriðasætisleikjum, þeir hafa kannski ekki verið að gefa mikið af sér í gegnum tíðina. Nei, það er ekki, auðvitað vilja menn fá heiti brons, en við vitum hvernig það er ekki gaman að mæta á staðinn og eiga að spila leik og vita síðan er næsti leikur á eftir gullið, sko. Menn er ekki beint að sækjast eftir að hafa tapað undanúrtaleik. Nei. Staðinn er það 5-4 fyrir Fram eftir 15 mínútur. Mistök hérna hjá afturöldingu sóknir, hraðuplöp hjá Frömmurum. Leikmann nr. 21 skorar örugglega. Arnar Freyr. Þetta er fyrsta skipti sem að eldri bókarnir í Fram eru fættir að njóta góðsæði, góða starfi sem þeir vinna í gráðróttinu. Já. Þetta eru er eitthvað þessi stráku þaðan eða? Þetta er 7-3 sem er hérna á, 4. Já, þaðan er að Grafarholtið er hægt og rólega að komast inn í starfið það. Já. Ég skildist á Frömmuru líka, ég var að spyrja þessu, ég skildist að íþróttafulltrúi Fram segir að það sé að sprengja allt utan af sér frá handboltastarfið, það sé mikið á krökkum að koma þarna inn í Grafarholtinu, sem er ánægilegt. Það vantar bara alveg íþróttahús. Já. Það er eitthvað ósáttur á bekknum með þetta afturöldingu, Framararnir brjóta hart af sér núna. Já, þetta er náttúrulega hluta þessu, þú verður að lifa inn í leikinn og taka
taka þátt í þessu. Það er alltilega ekki aðeins styggist á. Okkur áravarðir. Já, afturölding þurfti að taka skotið bara hann úr þröngu færi í hægra megin. Hendið var komin upp. Ekki ykkur einn eða tveir hérna fram sem voru í Fylki, því Fylkir ekki með þriðaflokk, ekki, ég held að leikmaður nummer 11 hafi verið í Fylki. Það getur verið, ég þekki hann ekki. Nei, Arnar Snær þarna. Koma fram Arnir og línumæðurinn, hornamaður leist inn og var alveg frýr, hending kemur upp núna. Stefán Darri með skotið þarna. Já. Er eitthvað af líðum í þessu aldursflokki að spila mjög kerfisbundið eða er hérna meira svona Það er bara upp og ofan. Já. Það er að sjá þetta alveg í báðar áttir og líka fróðilegt að sjá hvað liðinu að spila mismunandi varnarleik. Ekki mist framalega eða niður á 6 metrum. Já. Og jafnvel að plúsa hann á vænginn, þetta er leikið í þessu. Þannig að þetta er búið að vera mjög skemmtileg deild og það sést kannski á því hvað þetta er búið að vera jafnt. Valur og Káa spiluðum bikartitilinn. Þessi lið, voru þeirra hérna? Hérna, já, það var... Voru þeirra liða ég var í undanúrslitum heldur, þannig að þetta er búið að vera fáránlega jafn. Já. Það er bara mjög gott fyrir handboltana, þetta eru mörg lið jöfn og þessi drengir að spila alveg ágætis handbolta og þó þeir séu kannski, þú segir maður, einhverju aðeim á yngra ári í þriðja, þannig að þeir eru bara fyrsta ári menntaskóla. Já. Held ég farið rétt með það. Frammark sem er núna, þá er bara markmann og eldri ári. Já. Og það er svipað í afturbyggingum, þeir eru flestir á yngri ári. Já, það er... Markmann úr fjórðaflokki. Já, markmann úr fjórðaflokki. Já. Þannig að það er mjög... Þannig að það er björt framtíð í þessum tveimur flokkum á næsta ári. Heldur betur. Þetta er með liðin sem spilaði úrslita í fjórðaflokki bikar í fyrra. Já, já. Mjög svipað lið og hérna núna. Þú sem toppdómari, ert ekki sammála þessu að koma hann á milli og... Jú, þeir setja fyrir líka bara ákveðna línu og fylgja henni bara. Já. Það er bara eitthvað sem menn gera í byrjun leiks. Já, já, þetta var sama, þetta dæmdu samsvarandi víti henni í byrjun leiks sem að framvísnotaði. Stefán Darri skoraði örugglega þessi víti. Það er aðeins að síga fram úr þó sé ekki hátt skor í þessu afturönding hefur ekki náð að skora náða 4 mörk og þar á komið 3 á eða bara fyrstu 3 mínútur leiksins þannig að það er að skilja sér þessi framlíkjandi vörn fram að hana. Já. En eina sem gerist í þessari framlíkjandi vörn auðvitað fórnarkostnaður sá að það styttist í brottrekstri, það er allt í lagi meðan hún heldur. Meðan hún heldur, já, það getur líka komið opinn færi, en þetta lítur vel út fyrir það með þá. Mjög. Þeir eru að leifa svolítið mikið, en þeir halda línu, þannig að þetta er bara brott eða þá. Já. Kemur afturölding hér aftur, er að reyna að leita leiða, ég held að þeir kemur það er vel gert hjá hann, óheppinn, þetta var vel gert hjá hornamanninn, fór þröngt inn, gaf henn á línu og línum var óheppinn, skýtur í söngina. Já, virkilega vel hugsað. Koma hérna framararnir, reyna mikið þessar bara léttu klippingar bara til að fá stöðu færslu á sóknarmönnum. Áminning, fyrsta áminning afturöldingar, leikmann nr. 6 Árni Eyjólfsson. Framararnir er að stilla upp hérna, búin að færa til hérna aðeins hjá sér. Sigurbjörn er komin á bekkinn og Hjörtur kom í hornið í staðinn. Arnar fyrir utan. Vel gert hjá honum. Fyrir þetta krafti. Já.
Stór og sterkur, stæðilegur strákur. Hafði lítið fyrir þessu. Stór og sterkur sérstaklega með Hornamann, hann Hornamann upplægum. Já. Þeir eru að vinna þessa vörð bara mjög vel framarðir. Þeir ná litlu floti, Já. Mosfellingar. Verður lítil færsla og lítið að opnist einhver færi fyrir þá. Já, þeir eru að gera þetta frekar auðvelt fyrir í vörðinni. Og býður til að fá einhverja einlýsingar. Já. Þurfa að fara að... Þarna kemur eitthvað. Mjög þröngt færi. Guðni í markinu. Guðni kom með sitt 4. skotvarið. Framarnir hættu við. Hraðaplöð, færslu. Röng skipting. Það er mikil skipting, já. Já. Það var röng skipting hjá þeim. Það voru konið 7 inn á. Það er hárrétt hjá hana. Það er óbreiðult auga Jóhannes og Lange. Já, árvökull á tímaborðinu. En þetta var hárrétt hjá hann. Það var hárrétt, já. Þeir voru að skipta tveimur og svo fór hljópa allt í einn af þeim sem voru að skipta í vörn og hljópin inn á líka, þannig að þetta var svona klauðalegt. Þetta getur gerst? Já, þetta er eins og annað. Sérstaklega út að skipta tveimur í vörn og hljóp, þá getur þetta verið mjög erfitt. Sjáum hvernig þeir leysa þetta núna fram á þessu, 6-5. Mikið hreyfing á línumannunum, hann er ekki að búa til blokk, jæja. Góð línusending. Glegsson. Skoradamar. Þá tekur aftur til Glegli. Já. Þetta held ég að það sé alveg rétt hjá þeim. Staðan er 9-4 og hann þarf eitthvað aðeins að... Þeir þurfa að fá einhverjum lausnir í sóknarleikinu. Já, sóknarleikinu hans er. PN 582, YI og 662, PA 779. Það er Grafavik á leiðinni. Það er bara í núna 5 mínútna. Munum þið fara að gera góð kaup á þeim bíl, ekki sveitinn á morgun. Takk fyrir. Hilmar lætur sína menn heyra það í afturhendingu. Já, það er náttúrulega að koma með einhverja laust fyrir þá. Hvað þeir gera, hvað heldur það fram, heldur það haldi ekki bara sínu vörð, það fara ekkert að grípa neitt. Þeir breyta ekki miklu, ég fór þetta við rámsmál á hann, markmann í afturhendingu og varamarkmanni fram og voru fáið með 17 í senasta verkefni á þeim. Já, það? 2 af 3 markmannum þar. Já. Nú svona fáið Valdi í markið eftir hjá fram, svo hvernig það gengur í það. Hann er á yngra árið, ekki? Hann er yngra árið, já. Jó, hann er þeirra að flúsa. Flúsa Böðvar. Já. Það sé mest ákveðin á honum í skotum fyrir utan. Já. Það á að vera tiltölulega þægilegt fyrir framann núna, þétta bara. Stefán þarf að gífulega öflugur á miðinni, það er að brjóta mikið. Já. Guðni verið þá. Já, komið 5 skot varinn. Þannig að framarinn eiga möguleika núna að komast í 10 mörk. Það er ágættis orust á þessum tíma. Já, þá fyrir þetta að verða, þetta getur allt gerst í þessum, það fyrir að verða alltaf erfðar og erfðar, sérstaklega þú getur búin að skora nema 4 mörk. Þetta var nú... Birkir Smári. Já. Lokar vel markinu, hann er vinnur hornunni. Það er allt opið. Já, og hann... Þetta er ekki þeir, þetta er bara að bylta. Þetta er ekki. Annar grípur og hinn bara veldi sér í alltaf. Þetta er náttúrulega ekki neitt. Ekki til að ágjöra af? Nei.
Hann varði vel að það núna. Bjarki tók 2 bolta í markinu. Já. Skráði það niður. Já, það er dýrmætt þegar þú ert einu færri að þarna gæti framkomist í 10-4. Já. Ef þeir eru skynsami núna afturölding þá reyna þeir að spila eins lengi eins og þeir geta til að fá manninn inn því þetta er erfitt fyrir þá. Já. Mjög aggressífi framarnir í sinni. Bara sterkir líkalega, virkaður í góðu form þetta fyrir mig. Já. Erfitt fyrir strákur og orðspannum að komast þetta í gegn. Já. Næja, þeir eru búin að spila manninn inn þannig að það léttir. Hendi komin upp með dómurum, það voru bara svona skot. Vinningur. Ef hann er ekki fyrir inná, þá er það hárrétt. Við verðum að treysta þá leið fyrir því. Já. Koma full upptegnir afturrendingarþjálfararnir að mótmæla öllum dómum að hjálpa sínum drengjum að finna lausn. Það er mikið undir í dag, með þetta með þessu aðeins. Já. Það er verið að fara búst aðeins. Já. Koma Arnar Freyr að reyna þetta. Arnar Freyr, það reynir mikið. Það komið full mikil færsla áfram út í línuna. Ísland fyrir framann að vera ekki að fara alltaf á Böðvar, hann er svona stærstur og sterkastur en það haldaði því áfram. Já, það kemur hraðaflug hjá afturrendingu. Frábær sending frá Bjarka að það fram. Já. Leikmann 23, Guðmundur Guðmundsson. Kunnulegt nafn. Já. Framarinn aftur. Og langur bolti. Þeir verða að reyna þetta og þetta er alltaf geta hótað svolítið. Sportið fór í innkast. Það er merkilega rólegur leikur fyrir svona yngurlokkaleik, menn eru lítið að keyra í hraðan. Já, þeir eru ekkert að flýta sér. Og fína fórusturindar sem er svo sem ekki mikil í yngri flokkabolta. Meðan hraðan er ekki meira þetta, þá er þetta startið mikil fórust á. Já. Sko, mamma fara framar hér afturölding, vel gert hjá honum. Strákur hérna nr. 5. Arnar Freyr. Missir 3. mark. Koma hérna afturöldinga menn aftur. Setjum upp í kerfi hérna 5. Já. Hikkaði hann. Nú ætti hann að fara á hann, hann var að koma inn úr seinum. Nú ætti hann bara að keyra á hann og fá víti. Það virðist bara að vera þannig að framarnir eru grimmari og þeir græða bara á því eins og Já, þeir eru miklu grimmari. Miklu grimmari. Komaður saman kerfi aftur. Þeir virðast líka Magnús vera líkamlega sterkari í framararnir. Já, samt hafa Mosfellingar þessa hæð, það kemur svolítið óvart. Þeir virðast skrappa svolítið af þeim. Ég held að Stefán Darri sé mikilvægur þarna, hann er að hvetja sína menn áfram. Já, og mjög kreifalegur. Stór karakter í þessu liði. Já. Frábær markfallið á búðina. Sérskot varinn. Það muna miklu í þessum aldursflokki vera með leiðtoga eins og Stefán Darri virðist vera þarna bæði varnar og sóknarlega. Hann er svona prímusmótorinn í þessu framliði. Já, svona þeirra Arnarbyrkið er alltaf ekki á staðnum. Já. Það er Elías Bóasson inn á. Já. Örfendur strákur sem við spilað með sem er meistarunum eitthvað. Já, það ekki. Allar að vera þar á skýrslu. Óöppin, vel gert hjá honum. Ragur, nú ætla hann bara að fara í Æja, það er alltaf leginn. Það kemur Böðvar átt á fullum krafti. Já. Þeir þurfa meira þessu. Mosfellingar koma honum inn í leikinn. Já. Ég held að þeir
þurfa að vera óhrættir að taka þessa sénsa, hraðflöð sénsa. Það er fljótt að... Það er mikilvægt þegar sóknin gengur illa að fá sér hraðflöðsmörk. Léttir mikið á sóknin í þeim. Já, þá er ekki menn þrúaðir af stressi. Þetta er stressleif sem er allt. Já. Nú skulum við framarandi breyta einhverju. Við láti búið aftur til svæði fyrir Elías til að fara 1-1. Þetta var vel gert þér móð, þetta var ekki skorað. Já, mjög vel gert það. Þetta er hann að messa aðeins yfir þeim, Halldór, aðeins að messa yfir sínum mönnum, að koma með eitthvað nýtt inn í þetta. Já. Og þetta er mikil handbolta veisla þessa daga, úrslitin í NE-deildinni á fullu og leikur í gær sem FH vann. Stórkostlegur leikur í gær. Já. Ótt að sjá það var fjöldan í kriganum. Já, nánast fullt. Það vantaði ykkur 110 eða 12 til að setja nýtt met hjá þeim. Já, það kemur vonandi í þessum fjórðarleik sem allir eru að bíða eftir. Já, vonandi fyrir handboltana að koma í 4 leiki. Ég er ekki vissum að... Aftur fyrir Elías setja 1-1. 1-1, já, vel gert. Það náðu að loka þess betur á þetta núna. Það er hugsalega kannski bara gjaldkerinn hjá FH sem vonast eftir 4. leik. Já, hjá þeim. Já. Komum út í svolítið hlóð núna. Já, þeir eru þeir eru ekki að hjálpa stað við þetta. Upp, sjálfur. Stefán kemur þegar þeir fyrir á honum að halda. Nála dæmið. Já. Þetta er náttúrulega mjög sterkt vopn í honum að, þú veist, hann virðist geta hangið aðeins í loftinu þó hann sé ekki að fara hátt upp og... Það er bara að næra kringla sig vel og setja hann í fjærhótti. Já. Þarna leystur þetta. Gífulega vel. Þú myndir að setja góða morgat á vinstra hóttinu. Já. Núna eftir innlýsingu. Já. Og það er hálfmínúti eftir að fyrir hálfleik og staðin er 11-7 fyrir fram, þannig að það er 40 sekúndur fyrir gefið og það verður framreynir að spila bara út og fá eitt færi. Já, gerir það. Gífulega vel. Hann er fljótur á fætunum þessi strákur. Fljótur á fætunum svona ætt til. Já. Þá komur hálfleikur og staðin er 12-7 fyrir fram og við komum tilbaka að vörmuspori. Boltinn í beinni á sporttv.is með Mílu. Míla. Lífæð samskipta. Njóttu þess að verað heiman. Heimavörn Securitas. Við þjónum ólíkum þörfum fyrirtækja á öllum sviðum, tökum þátt í vexti þeirra og opnum dyr að hagkvæmu og vönduðu atvinnuhúsnæði. Við erum Reitir fasteignafélag. Okay, let's watch the game in my place. Hello? Hi. Where are you? We were supposed to meet up. Coca-Cola Zero presents The Impossible Made Possible. Wow. It's a nice dress you got there. Change your plans, baby.
taste, zero sugar. It's possible. Alltaf þrái ég þig heitt, þó líði ár. Í heiminum getur ei neitt þerrað mín tár. Þó líði ár og öld, ást mín ætíð ætluð þér. Þó gleymir þú í heimsins glaum öllu mig. Ég elska þig í svefni sem. Hafðu augun á boltanum með N1. Sam Finn kynnir Sure there's not anything that you're not telling me? The Lincoln Lawyer. You got one client in jail. Empire segir pottþéttur thriller með Matthew McConaughey. The Lincoln Lawyer. Forsýnd alla páskana í Sambíóunum. Þú færðu meira eða miklu meira. Þú fær 20% fleiri mínútur og SMS í farsíma þegar þú færir þig í nýtt Vodafone Gull. Skráðu í 1414 strax í dag. Vodafone. Velkomin í heim hátækni. Við bjóðum eitt besta úrval af sjónvörpum á landinu. Á tækniblogginu okkar færðu nýjustu tæknifréttirnar utan úr heimi. Við bjóðum frábært úrval af farsímum af öllum stærðum og gerðum. Komdu í Hljómskálan í verslun okkar og upplifðu sannkallaða veislu fyrir skilningavitin. Og við erum líka sérfræðingar í hátölurum og mögnurum. Hátækni. Framtíðin hjá okkur. Stundum bjart, í lífi hvers mann sem fyrir varir vitja sorgir hans. Við sjáum svo sterkt dæmi það að augnablikið breytir stundarstað. N1, meira í leiðinni. Míla leggur metnað sinn í að vera ósýnileg. Strengir okkar tengjast þó öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá sem þjónusta þig. Sími, internet, sjónvarp, slökkvilið og slysavarnarfélög eru meðal þeirra sem Míla kappkostar að bjóða fullkomnustu aðstöðu til fjarskipta á hverjum tíma. Míla, lífæð samskipta.
Jæja, áhorfendur góðir, velkomnir hérna í seinna hálfleikinn. Við erum hérna ennþá, ég og Magnús, að reyna að segja eitthvað viti. Jæja Magnús, hvað heldur að afturlöfting gerir? Nú verður þeir eitthvað aðeins að breytum. Þeir verða að bregðast við. Ég sá það svona eins beinskiptar í svona leiknum. Já. Kannski einhverja svona einfalda lausnir til að komast á fá smá flugbrödd. Já, fá betri skot. Já, þurfa ekki að fá eitthvað meira fyrir hann Böðvar. Hann er þeirra sterkasti skotmaður. Þurfa ekki að... Það er mikil fyrir það, ég held að það er bara mikil fyrir að ná að skjóta markið. Því að þótt þess að ég bara að skora 7 mörk, þá er Guðni ekki búin að verja mestalagi 7-8 bolta í markið. Já. Þannig að þeir eru bara ekki ná að klára sóknum þessi almennilega. Almennilega, nei. Það búið að lyfta henda og allavega 3 ef ekki 4 sem í fyrir hálfleik. Koma þér hérna. Auðveld skot á Bjarki þarna. Já, þetta var full auðveld. Kemur Böðvar yfir hérna. Þetta er svona vandamál í atvinningu. Boltinn stoppar á oftaðum. Það var mikið af fríkostum. Já, við viljum það náttúrulega ekki. Ef að menn í sók, þú viljum ekki láta stoppa flotið. Já, setur hann upp hérna 10 vinstri, sjáum hvað kemur út í því hjá þeim. Setur þetta hvað markvist hérna, kemur út klipping. Fast yfir. Þannig að náttúrulega leikmann nr. 5, hann á bara að fara. Og það er hlaup, Arnar Snær gerir þetta vel. Og bara fyrir skorur, þetta var ekki gott færi. Nei. Það gerir þetta vel. Mjög vel. Þetta er strákur sem er að velja handbolta fram yfir fótboltan. Hann er búinn að vera í yngri landsliðum í fótboltanum í marki. Græðir ekki mikið að vera örfendur í fótboltanum? Nei, ekki mjög mikið. Guðni okkur fyrir að spila þetta bara yfir á Bjarka. Já, langaði að komast á markalista. Kannski full snett í leiknum að reyna eitthvað svona. Þannig að markmaður var hennu heldur ekki það framalega hjá afturhendingu. Tekja með þetta sem Arnar Freyr. Arnar Freyr, já, hann. Ég er svolítið í tímin af þessu hjá... Ég held að Jón Karl hafi verið að hugsa að sjá hvað yrði úr. Láta rætast úr sókninni? Sókninni, já. Ára á 6.5 í afturhendingu. Sjáum hvernig það bregðast við því. Það er gert það einfalt og gott. Já, bara einfalt og gott. Við sjáum kannski núna af hverju framarnir eru með þessa framlíkjandi vörn. Böðvar, ef maður fær sína flugbraut, þetta er stór og sterkur strákur, þá á hann til auðvelt með skotin. Má með sannig segja. Það er mitt Böðvar og Stefóttari sem hafa verið að spila hafsend í þessu 17. landsliði. Spilja þetta 3 leikjum til Norðmönnum í haust. Já. Þar mætti mikið af þeim í völdinni. Bjarki verið þetta í markinu. Þröngt færi hefur liðið sig. Með hraðuplöp hjá afturhendingu. Nú áttu hann búin að losa boltan. Þetta var á seint. Í staðinn koma framarnir. Vel gert. Fyrstu skorað. Þetta var dýrt hjá afturhendingu. Leikmaður var að bera drifla alltaf langt upp og þetta er svona sérstaklega dýrt hjá þeir eru að spila 6.5. Já. Þetta er alveg þeir lesa þetta framarðir og annar hraðaplöp. Leikmaður nr. 22 Ármann. Þannig þeir eru að tapa 2-1 þessum kafla, einu fleiri afturhalding.
Fá þessi 2 hraðaflöp. Já. Kemur saman á hann og Böðvar skorar aftur núna í hitt hótið. Já. Þetta er best svæðin svona, bara einfalt og gott. Komið 5 mörk. Báður aftur og jaft í liðum og Haldur okkur að hvíla Stefán bara eitthvað núna. Að þess að leiða honum að bústa. Tökum við því aftur ekki búið að skipta vörn núna. Já, það eru komin framar. Reyna svona hálfgjör 5-1 vörn. Það sé hárrétt hjá Jón Karli, hann íkki þetta hressilega við hann með þeirra boltið að fari. Já, já. Guðmundur sem fyrir að velli. Það er einu fleirinn á framarnir, sjáum hvað þau gera. Það var Elías sem að fiska víti. Já. Það virkaði nú frekar hægt hjá þeim, en þetta hafðist. Þá mæti Stefán þar eftir á punktinn. Snirtilegt á honum. Vel gert. Þá koma þér hérna einu fleiri miklu framar, taka klippa einn út. Staðan er 16-9 fyrir fram eftir 36,5 mínútu í þessum leik og það er ekki mikil teiknuð að afturölding að koma tilbaka. Þetta er allt einhvern veginn miklu auðveldara fyrir framanna heldur en nokkuð tíma afturöldingu. Já. Þetta koma þér. Vandrarlega hjá þeim, það er enginn sem að skora að reyna, það er alltaf fyrir einu færi þannig að maður gera græða tíma þess, vinna mannin inn á. Það var frábær vörn. Áleggi framræðast aftur, nú er að vera jafnt í liðum. Já. Afturhendingar þarf að fá áfram í 5-1 vörn. Já, þeir verða aftur yfir eitthvað nýtt og búin að fá því 16 mörg sem kannski ekki svakalegt en þá vil þið fá eitthvað hraðuplöp í staði. Góð vörn. Fínverkið afturhendingu. Já, bara koma þær á það strax. Hraðuplöp. Erfiðu bolti í Björkatinn, þetta er langar sendingar. Já, hann er að kasta of langt. Við viljum fá það fyrr. Já. Það er mikil fyrir afturlíku að reyna þessi hraðuplöp. Þeir eru ekki að skora úr uppsettum sóknum. Þeir verða að fá hraðuplöpsmörk. Já, þeir verða bara leita að fljótu og út úr mörkunum til að komast inn í leikinn. Þetta er öllum mála fyrir þá. Komaður framarinn, þeim liggur ekkert á í sínu, þeir reyna að byggja upp í rúlauðum. Sýnfjöldunni skot. Inn á línuna og víti, það er ekkert þess að gera hann. Þetta er hárrétt. Þetta er líka svona kannski klassist, það gengur velja fram og það verðist líka að stetta með þeim, frákastir dettur á þá. Þá er maður frýrinn á línu. Það er nú oft þannig í þessu, þegar þú ert að virkilega sækja þetta. Það falla hlutinu með þig. Já.
Bjarki verið þetta vel. Já, þetta er frábær varsla. Þetta er hans annað víti. Þetta er hans annað víti sem hann er að verja í dag. Fram að fá þetta boltan í frákvæmstinu. Ilmar ekki alveg satt að nefna beklum. Eitthvað að mótmæla. Jónkar biður bara að hafa sér hæga, svo heldur þetta áfram. Já, aðeins, við rólega heitum sko. Enda með áminning á bekking. En halda áfram að. Já, hann byrjar þetta. Kaka er eitthvað sömu fæslu. Það búið að flauta þetta. Já, já. Eins og segjum, en það er eins og þetta dett allt fyrir fram að. Já, já. Það er saman hvað gerist. Það er Ilja kominn yrða frákastið og bjargaði afturhendingu að hafa búið að flauta. Svo kemur Elias sem gerir þetta gífulega vel. Gífulega vel, mjög vel gert hjá hann. Taka tekur aftur leikli. Það kannski ekki að koma á vart, þetta hefur ekki alveg gengið í höfðum. Nei, þeir verða eitthvað aðeins allt. Það verður bara að pröfa eitthvað nýtt núna. Ég held að rétt að mér þetta sé bara fyrsti annar leikur af Eliasi eftir áramót. Já, það er hann. Hann er búin að vera mikið meiddur og ákvað að harka á sér þennan leik. Það mun að greinlega mikið fyrir fram hann að fá hann inn. Þetta er frábær sóknarmaður. Já, já. Mjög sterkur 1-1 og góður gegnumblóðsmaður. Og eigur náttúrulega bara breiddina þó hann myndi ekki ná með einhverjum 7 mínútum, 8 mínútum í hverjum hálfleik sko, þá ertu búin að bæta við í breiddina í sjónhæleikum. Það er ekki fróðilegt að horfa á markaskóra eins og í afturlendingu. Þeir eru búin að skora 9 mörk, þannig að þeir Böðvar með 5 af þessu 9. Já. Þeir þurfa bara að fá fleiri menn til að skora. Framurinn með Stefán þar er með 5 mörk og Arnar Freyr með 3. Og þess eru bara flestir aðrir á skýslir búin að skora. Já, já. Það skiptir alltaf að máli. Þetta telur allt, það eru einhverju 8 framarar búin að setja boltan inn og þetta telur allt. Kemur afturlending hérna að sjá hvað þeir hafa reynt. Það er bara erfitt hjá þeim og Böðvar kominn hægra meginn. Já. Það er eitthvað að reyna að breyta þetta. Já. Þeir verða að halda einbeitingu framarnir. Þeir virðast vera svona komið smávonlaus í það hjá afturlendingu. Hættir að einu horni. Það er alltaf gífulega erfitt fyrir á. Þeir vinna nú aldrei maður og mann. Nei. Svona og það er erfitt að eiga við það. Koma framarinn hérna aftur. Arnar Freyr vill fá breytt í þetta, segir hann. Leysir. Svona eitthvað vandarlegt að þeim. Þeir voru ekki alveg allir með þetta á tæru. Hvað átt að gera? Nú kemur hendin upp. Og kastar. Ilja skýtur fram hjá. Já. Koma afturlending menn og þú verður bara að fá mark. Það verður bara að fara upp þarna. Já, hann verður bara að reyna. Það verður Guðni. Og þá var hann vel, Guðni. Kastaði fjær uppi og Guðni náðu þessu bara til að léttilega. Og það er að búið til plássinna fyrir Elías til að fara 1-1 á Böðvar, ef ég heyrði rétt. Já, það verður úr því hjá þeim.
Þetta fríkast. Þeir eru að taka eitthvað sem þeir ekki alveg nógu öryggir á. Nú kemur þetta. Já. Sjáum þetta Elías fyrir 1 og 1 báðar. Þetta er fótur á Stefán, hann var að kasta í fótinn á hann. Já. Hefur ekki mikið komið úr hérna hægri vægnum hjá Aftureldingu. Það er bara nánast ekki neitt. Guðmundur setur sömmarskut á vinstra horninu í fyrri hálfleik. Þetta hafði ekki komið mark að hægra megin í þetta líkin. Þeir eru svona meira að horfa. Það virðast vera hrættir. Þeir eru ekki að taka maður á mann. Jæja, það var að koma. Auðvitað verða menn Kristján að skora þessi fyrsta mark. Auðvitað tilur þetta menn. Það er óhættir að láta að vaða marki. Þeir skori ekki með skjóti, það hefur ekkert breyst. Það hefur ekki mikið. Framar að vera svolítið erfiðara hluti, þetta gengur ekki alveg vel hjá þeim. Nei, þeir eru komin út í kannski full flókið. Þeir eru of marga færslur og... Það er alveg verst að þessi leikur var aldrei að spennuleik sem við múnum þessu eftir. Nei. Það er svo sem nóg eftir að leiknum ef að hraðuplaup. Þetta gengur ekki svona fyrir miður. Nei, hann átti bara að grípa hennar bolta. Þetta var náttúrulega sending. Bjarki kom með 7 bolta varða í Aftureldingamarkinu. Það er svona ekkert að kvarta yfir hans framistöðu. Þetta er búin að fá mikið að skotum maður á mann. Já, við erum mikið maður á mann. Það er... En það verður Bjarki. Nú fyrir það bara að skjóta. Það er strax. Já, vel spila. Áttuð að skora. Já. Það er komið 9 nöfn inn á listan. Þetta er strax miklu skora svona, fleiri menn að reyna. Já. Svo þetta séu ennþá 6 mörk á milli. Það eru 15 mínútur eftir þessu leik og ef þeir aðeins myndi gíra sig þá fengjum kannski eitthvað spennu í þetta. Og aftur. Og þarf að fá hraðaplöp, þá kemur þetta. Þetta eru 3 mörk í röð. 3 í röð, sko. Þetta er það sem skiptir máli, sko. Þetta er aftan á. Halldór er komið með græna spjaldi í hendunar. Já, það er að biðja leikhlé. Og þetta hefur reyndar einkennt svolítið framarinn vetri. Ég sé nokkra leiki með þeim og það hefur svona... Ef þeir hafa náð góðu forskoti þá verðist það verða svolítið svona værikært. Gekk mjög vel hérna til að byrja með vetri, svo lendir í einhverju meiðslavandræðum og veislu eftir áramótin. Svo verðist þeir bara vera á topp á réttum tíma. Já. Það var allt smollið saman úr stíkjarnu. Þeir unnu fyrst inniði Káa fyrir norðan. Já, sem að... Ég held að það hefði verið 21-17 eða glöðis. 6-6 í hálfleik held ég, það er ekki hvað svolítið það... Þeir er búin að vera ótrúlega leiki fyrir þrjáflug kalla, þeir bara skoraði einhvern 20 mörg og það var svipað á Selfoss þeir unnu þar. Já. Það þrekkjaði 4 mörga mun. Þetta er svona ansi sérstætt fyrir liðið sem aldursflokki. Já, það er sem er. Þeir eru að sína miklu yfir, róa leiki þegar þess þarf og... Já. Þeir eru bara skynsamir á boltan. Skila sér hratt tilbaka. Sjá hvað Halldór hefur sett upp núna. Hann hlutur að setja upp eitthvað aðeins meiri. Býðum eitthvað nýtt. Kemur Stefán vinstra megin og Arnar fyrir miðuna. Já. Við viljum að segja það inn að Orman hefur lítið fengið að spæta sig í sókum í það. Kemur innleysing. Armans er ekki nógu sterkur að reyna, hann lét bara fanga sig, hann reyndi ekki að losa. Það heldur snemma inn, hann komaði setna inn og það var óvænt, hann var búin að býða þetta.
Fljótt flautað kannski. Þeir hafa haft fín tök á þessu leik. Já, mjög góð. Mjög góð tök á þessu. Hendi fyrir að koma upp hérna. Já, það er eitthvað með því. Stefán kemur á þetta núna. En það er unningur. Það er svona rétt þegar bara. Já. Allt og mikið nóg. Já. 2 mínútur. Þetta var... Lögulegt hjá hann fyrir að kasta boltanum burtu. Þeir virðast vera aðeins að missa hausinn hérna nokkra þessi senustu mínútur. Já, þeim ég að þakka fyrir að eiga þessi 5 mörk en þá allavega. Já. Það er fljótt að fara eða spila ekki fullum krafti. Já, ef Afturelding kemur núna og gerir þetta bara... Spila þetta sama Afturelding. Já. Komið 6 mörk. Og 3 og þessu einu kerfi. Já. Og þetta er að verða leikur aftur. Staðan er 13-17 og ef að Fram skorar ekki þá og hinn skor aftur þá fyrir að fara þessu framarana held ég. Því það er alltaf gott að fá þetta rönn. Það er reyna ennþá að verða hluti. Já. Hraðaplaup, missir á honum. Það heldur þröngt færi en kannski eftir að færi núna. Já, ég verða þeir ekki bara aðeins að sjá hvort að, Hilmar að skammast aðeins að kom ekki með boltan út stað fyrir að reyna svona þröngt færi, einu fleiri. Fín barátt í þessu núna. Það er ekki tígrip, það var opið tígrip, það var ekki tígrip, hann greip hann og stóð upp með hann. Það er með hraðahlaupið. Já. Það er beðið til að skora, þetta annar mark. Leikmaður nummer 8. Við erum kannski að fá spennu í þetta hérna senastu mínútuna. 10. Já, 12 mínútur eftir að leiknum, en 14-17 hérna. Afturölding búin að skora vel núna á senastu mínútunum. Það er allt annað að sjá á þeir búin að skora með 5 mörk í röð. Það var 17-9 bara rétt aðan. Já. Og við vorum annars konar aftur á leikinn. Æ, framarnar jafn margir. Þeir verða... Það er orðið rægi núna framar. Þeir svipaði svo aftur. Æja, koma bara einn og óstuttur. Arnar Freyr. Það var 4. mark í dag. Já. Hann er í stóru hlutverki hérna fyrir framann. Leysa svo stöðu fyrir utan í sófunni. Já, ég er búinn að spila alltaf leikinn, þannig að... Öðvar innleysing og vel gett. 2 mínútur á framarna, þetta er harjast komur. Já. Hvað er 2? Já, leikmann nummer 17. Leikmann nummer 17. Sigurbjörn. 15-18. Þetta er að verða... Sjá hvernig það næstu 2 mínútur verða. Þeir skiptu markmann núna framarandi. Já, þeir verða að reyna eitthvað. Martin kemur í markið. Eina sem gæti ef að Afturölding þarf að vera of kraftfull í vörninni, fara að missa menn út af. Arnarsnæður, góð sending. Það er breytt leikum að þetta er Afturölding fór í þess að 5 meter. Benedikt með sterk engum að það fyrir framann. Ekki skorar á saman kerfinu, 6-5. Ef kerfum ætti kalla. Umföld stemplu frá vinstri til hægri. Heitir ekki bara Böðar. Nú flippaði Stefán þar út. Já, og það er mínúta í mannin hjá Fram, þannig að enn er 3 marka munur, 19-16 fyrir Fram. Það verður að halda breytinni.
Við gerum eitthvað með einhverjum innleysingum núna hljóðlega. Jú. Hendi fyrir upp hljóðlega. Það er erfitt skot þarna, það er innkast á endalínu. Já. Hendinu uppi, þannig að hann verður bara... Það er leikleysa. Og góð að skora. Koma þér hérna. Nú fáum við seinustu 9 mínúturnar bara í hasar. Það er leikur aftur. 19-17 fyrir Fram og Framar hafa hann ekki skorað með 2 mörk seinustu 10-11 mínúturnar. Já, það er ótrúlega. Hjörtur fleikar á horninu. Já. Það virðast vera að gefa eftir. Þetta er alveg 6-16 og við ætlum að sjá hvernig þetta verður. Þannig að finna á að stilla upp í vörn og svona. Já, hvort aftur ekki leysi það, þetta er ekki verið þeirra sterkasta lið í leiknum. Nei. Koma þér hérna, Böðvar. Stefán þar er sterkur. Já, mjög. Fastur fyrir að vanda. Nú opnast miðjan. Þá er Guðni komin aftur í markið. Já. Stopp í valdi. Það var örstuð stopp. Það sýndist Magnús Ingi sem er svona aðstofamaður hjá á bekknum hjá Fram, þurfa eitthvað að tala við hann. Magnús var svona gamall markmaður. Skot í stöng. Já. Það eru Framarar heppnir. Já, það er mjög hefnir núna. Þeir halda áfram hérna að taka úr umferð afturölding. Þeir ætla að freista þess að láta á spila 5-5. Þú veit að senda ekki línumann eitthvað í burt og láta Elías fara hérna 1-1. 1-1, já, hann ætti að fara hínum megin. Það væri skynsamlegt. Það er nú leysar hann inn, þannig að nú er þetta alveg orðið bara pakkað. Þetta er allt og þéttu pakki. Þetta er bara hendinu upp. Já, já. Ennum það stöngin. Já. Og Stefán Darri. Hann er lés hennar leik ótrúlega vel. Það eru mjög þroskaður þessi strákur sem handboltamaður. Og það sé svo langa leið. Þetta er þeirra mikilvægasti leikmaður. Já. Það er vörn og svo. Það eru 6 mínútur eftir, 3 mörk, við sjáum hvernig það fer með. Já, já, þeir afturinn verður helst að skora, þannig að halda spennun inni. Þeir eru ríkalega þéttir á því liðinu. Já, gaman að sjá Stefán, hann var úti hérna að hjálpa varandi Böðvar og svo datt hann niður og leið og boltinn fór til að hjálpa með línumannin. Þetta verður þeir bara að skjóta hundra bara þar uppi. Já, já. Framararnir, svo sem er ekki að flýta sér, þeir vita hver... Ekki frekar en restina af leiknum. Nei, það var reynd að spila þetta mjög skynsamlega. Tóku hérna nokkuð hraðuplut í fyrirháleik en svo hafa þeir bara reynd að spila þetta skynsamlega. Ekki mikið að taka... Þeir eru ekki fara fram úr sjálfum sér. Nei. Hann hefði svo smá líkið að dæmt vítið þarna, ég segi það ekki. Þá er Elías að reyna. Já, já. Kannski verið full lótið vítið. Já, jú. Svona seint í leiknum. Jú. Elías gerir þetta vel, opnaður þetta fyrir Arnar Freyr. Já, við fara 2 að eftan og Arnar Freyr með sitt 5. mark.
Afturölding verður búin að kasta hanskanum í núna. Þau eru búin að fá Böðvar bara út af. Svona teljið það 4 mínútur eftir að með svona gang leiksins. Og það þessi sérstaklega línuspurning, það vantaði línumarinn? Já, línumarinn var úti. En við hérna. Ég hef nú viljað sjá Afturölding bara reyna núna, maður á mann eða eitthvað. Já, Framar geta farið langt með leikinn. Já. Nei. Þú þurfum að keyra bara á þetta. Já, þeir verða að keyra. Það er ekki... Böðvar komin aftur inn á. Já. Þetta bara málið. Þetta var vel ekki, hann ætlaði að fara að senda boltan fram, en... Guðni skynsamur. Já. Það er svolítið magna hugst til þess að Framar að sé að vera Íslandsmeistar í þessum aldursflokki. Þeir enduðu í 7. sæti í deildakeppninni. Já. Það er orðið fyrir einhvern njaski. Já, hann fer svolítið neðarlega. Þarna í raun og veru fær hann högg á andlitið, en hann fær það í raun og veru að hnénu af varnarmannum. Hann var kominn, búinn að stinga sér ansi djúpt. Þetta var óvilja verk. Já, já. Það er að taka 2. 4-2. Framar að spila á þess að hafa línumann. Þetta skáðu þetta ekki að bjarga bara? Jú. Böðvarinn kemur strax í þetta hendurum inn í þessum. Hans 9. mark. Já. Þeir verða að... Það er 40 eftir, þannig að Afturölding verður eiginlega bara að leyfa Frömmurum að skjóta og taka síðan sinn. Opna hotni eða eitthvað. Já, já. Þetta komaði Afturöldingu aftur. Völlin. Þeir þurfa að fá mark svolítið fljótt núna. Þetta þeir eru að skjóta, bara 2 sendingar eða eitthvað, skjóta, velja að vitlega sér, aðja, fellur eitthvað með þeim og þeir skora. Það var loksins að fjall með þeim. Já. Það var leikmaður nummer 9 eða ekki? Jú. Það er nú ekki skráður hérna hjá okkur. Nei, það var að hafa það. Þetta er ekki ákveðt að vera skráð þá. Þetta eru 2 mínútur og 2 mörk. Já. En þá er Elías að reyna. Já, já. Hendi fyrir upp, trúlega fljótlega bara. Þetta var stórfuglunar. Battel einu hóndinu og skoraði. Já. Það er hérna, fekk smá stuðning frá varnarmanni. Það var oft hafað á markmenn, hann er alls ekki ídæð með þeirra farin á hóndinu. Já. En það er Guðni sem er að verja, henni er skotið. Já, komið 10. Takaði maður og mann bara. Það er kannski verður bara að taka maður og mann og reyna Framarinn verða náttúrulega að sækja. Það er blöð. Þetta er kannski svolítið saga leiksins. Já, þetta er bara með Frömmurunum. Já, já, þetta er saga leiksins. Það er alveg klart. Þetta er 2 mínútur og leikmaður nummer 9. Þeir eru fannar að fagna bekknum eftir 3 mörk. Já, já, þetta er búið. Þetta er alveg ljóst. Framvörunum liggur ekkert á þeir, bara... Það er verið Guðni. Var maður vel.
Þetta búið. Nú það ljóst á að Framar eru Íslandsmeistarar í þriðaflokki ekki kvenna, þetta kalla. Og við skulum óska bara innilega til hamingju með það. Þetta svona, þetta ekki saman með það, þetta hafa nú alveg verið sanngjarn sigur. Jú, þetta lág með þeir allan tíma fyrir og þeir myndi vinna þetta. Já, og voru kannski hér á Framarnir gáðu eftir hérna miðbygg í seinna hálfleiks, en það var bara munurinn var svo mikill að það gekk aldrei. Þeir höfðu karfið með haldið út Framarnir og gáttum við lélega gamla. Já, nú Magnús ætlar að breiða sín á golf og taka 2-3 viðtöl, eða ekki Magnús? Ég held hérna áfram að þess að fara yfir tölfræðina með hana. Við skulum byrja á liðinu afturhendingu sem var í öðru sæti, að Bjarki Snær, hann var í markinu á tíma, varð ágætlega með 9 skot varinn og ég held að sé ekkert hann að sakast, hann varði þar á 2 víti. Markaskorinni dreifist ekki mikið hjá afturhendingu. Kristín Elisberg var með 1 mark, Kristján Mikaelsson með 2, Árni Eilsson með 1, Benedikt Þorgilsson með 1, Böðvar Páll Ásgeirsson var þeirra besti maður með 9 mörk og Guðmundur Guðmundsson með 2 og Elvar Ásgeirsson með 1. Það var þessi upptalið hjá þeim og því miður fyrir afturhendingu þá var þetta ekki þeirra dagur, þeir voru bara betri Framararnir, ég get alveg fullir það var svona meiri heildabræður yfir þeirra leik og síðan hérna lið Fram. Guðni Örvarsson var frábærlega í markinu með 11 skot varinn og Arnar Freyr Dagbjörnsson með 5 mörk, Sigurbjörn með 1 mark, Stefán Darri með 6, Ármann með 1, Arnar Snær með 3, Kristján með 2, Hjörtur 1, Kiljan með 1 og Elías Bósson með 2. Við sjáum þetta dreifist miklu meira og er allt klárt. Magnús ætlar að taka hérna við og taka viðtal. Gefum honum hljóðnumenn. Halldór, hamingju með sigurinn. Hvað var þessu skópinn sigur hjá okkur? Ég held að hann bara verið frábær varnarvinna. Við erum búin að vera að leggja mikla áherslu á vörnina núna í vetur og ég held að það bara skilað okkur í áttalega fjörlega á þessu úrslitaleiknum. Við fáum á okkur undir 20 mörkum með öllum leikjunum og ég held að það sé náttúrulega bara frábær vinna á strákunum með varnarlega. Það má segja að þið hafa verið að toppa þessum tíma, þeir eru í 7. sæti í deildinni, gekk kannski ekki alltaf vel eftir áramótin, en var eitthvað sem breyttist fyrir úrslitakeppnina? Já, í raun og veru var margt sem breyttist, við áttum 15 eða 16 leiki í öðrum og þriðja í mars, þá fórum við að tapa alveg mörgu leikjum, því að við erum með fáa stráka í öðrum flokk og við erum að nota stráka á þriðja flokki yfir og það er svona datt svolítið niður tempóið, fram á því voru opnur efstir, en strákarnir, þetta eru strákar með gríðarlega karakter og þeir kunna að sigra og þeir sýndu það svo sannarlega að hungrið var til staðar til þess að klára þessu úrslitakeppni og við fórum bara yfir spilin eftir deildina, hvernig við ætlum að setja þetta upp í úrslitakeppni og það hefnaðist bara fullkomlega. Það er frábært, til hamingju með þetta. Takk. Afturhending, öðru sæti Íslandsmótið með krúðverður Reykjavík í Vestra. Velkomna Sigurður, liðið Fram sem fá hér gullmedalju hálsinn.